Verið velkomin, við erum hér komin með Gumma og Jóa, blessaði strákar. Hér eru þeir kominir hérna, ég ætla að spyrja ykkur hérna fyrst, kalliði ykkur eitthvað þið tveir? Við erum núna að ganga til nafnu Flight of the Conchords. Conchords? Já, ég ber þetta. Nú, það er ekkit annað, það er ekki rétt að það eru til þættir sem heita þessu nafni, eitthvað álíka? Nei, þeir heita Flight of the Conchords, nefnilega við heitum Flight of the Conchords. En þetta er svo svona, við fengum hugmyndina svona frá þeim. Frábært, og segið mér eitt, hvað heitir lagið sem þið eru að fara að spila? Það heitir Hippopotamus vs. the Rhinoceros. Og hvað er það lag? Það er hinn sífellda bardaga sem er á milli the Rhinoceros og Hippopotamus sem virðist ekki ætla að taka enda. Farðu! Já, afsakið þetta. Já, en þú segir nokkuð og það. Og er þetta mögulega kannski skemmtilegt lag, eða er þetta sorglegt lag, eða ber þetta miklar tilfinningar til ykkar, eða hvernig er það? Mér finnst það bara mjög skemmtilegt og spennandi. En meira en allt annað þá myndi ég segja að væri svona heimspekilegt. Heimspekilegt? Á hvaða hátt? Það er ekki rétta spurningin. Það er bara, en ekki á hvaða hátt. Þetta er orðið svo djúpt að ég finn ekki lengur fyrir því. En segið mér strákar, nú er ég búin að tala um lagið og svona hvað dúóið heitir. En segið mér eitt, hvenær kynntust þið og kynntust þið kannski í æskunni eða var það kannski hérna í kvennaskólanum eða hvernig var það? Fyrst þegar ég sá hann Jóa þá var það í Nauthólsvík. Ég satt þarna og ég sá hann hlaupa eftir ströndinu og sundbólinu var bara alveg að detta á honum. Og ég gæti ekki haldið tilfinningum minni þannig ég hljóp til hans og ég tæklaði hann og við fórum saman hún í sjóinn og þar bara myndaðist þetta samband sem er ennþá til þann dag í dag. Þannig að þið eru í góðu ástarsambandi? Já, mætti segja það. En hjá þér, fannst þú ástu fyrstu sín þegar þú sást hann Gumma? Já, ég myndi segja það. Það er ekkert annað. Þessi unga ást, ó þú unga ást. Ég elska þig. En strákar, segið mér eitt, þið þá kynntust frekar nýlega, ekki rétt? Þetta hefur verið fyrir svona alveg 5 árum örgulega. En kannski svona undan því, hvernig var lífið án Jóa og Gumma? Það var ósköp tómt. Það eina sem kom mér í gegnum það var mitt Flight of the Conchords. Án þeirra hefði ég ekki komist að þessum tímpunkti þar sem ég hitti Jóa. En hjá þér, Jói, hvernig var lífið? Ég bara man ekki eins og eftir því. Hefur örugglega verið það hræðilegt. En núna ertu búin að koma þig út við þér. Þannig að það er alltaf leið núna. Þú ert með Gumma hjá þér. Ég byrjar að tengja hvað hérna. Er það ekki? Það gæti hugsast. Og segið mér núna strákar, þið þetta dúó er núna að fara að spila á Rimju og segið mér, eru þið eitthvað búin að hugsa út í framtíðina, eitthvað búin að hugsa hvort þið ætlaði að halda þessu áfram, þessu æðislega dúói? Er þið eitthvað búin að pæla í því? Ég reyna að pæla sem minnst í framtíðinni, ég er bara svona leyfi þessu að gerast. En ég neita því ekki, það hefur komið fyrir í hugum mínum að halda áfram þessu samstarfi með honum Jóa. Líður þér eins, Jói minn? Já. Það er nú gott að heyra. Algjörlega. En segið mér strákar, þrátt fyrir ykkar ástarsamband, er eitthvað annað, eitthvað kannski stelpa mögulega sem er í spilunum hjá ykkur, Gummi? Ég kýs að svara þess ekki með orðum.
En hjá þér, Jói? Ekkert svoleiðis hjá mér. En fyrst svo gætu þið svara mér einu, myndu þið kannski mögulega vilja kafa dýpra með mér? Ég bara læti fá númerið mitt og þú ringir í mig og við getum figurað eitthvað gott út, sko. En hjá þér, Jói, hvern myndið þú vilja? Ég veit eða ekki af hverju ég ætti að segja nei. Þar heyrið þið það. Við óskum þeim góðs gengis á Rimju. Takk ykkur kærlega fyrir strákar. Verið blessuð. Verið velkomin, við erum hérna komið með Jóa og Möggu. Hvað sé Jói? Bara allt fínt. Hæ. Já, hérna þið ætli hérna að taka þátt í Rimju eins og fleiri aðrir, er það ekki rétt? Jú, það er rétt. Jú. Segðu mér, hvað heitir lagið sem þið eruð að fara að syngja saman? Það heitir Mín ófarna leið. Og er það frumsamið lag? Já, heldur betur. Frábært, og hérna, og spilið þið sjálf á hljóðfæri undir lagið? Ég spila á gítar undir lagið, já. Spilar þú á eitthvað? Já, ég syng. Frábært, svona ung og flott. Já, en hérna segið mér eitt, krakkar, hvernig tilfinningar berið þið til lagsins? Fáðu eitthvað svona djúpar tilfinningar við að syngja eða spila lagið? Já. Hvernig tilfinningar? Sorglegar eða góðar? Skemmtilegar? Skemmtilegar. Það er nú alltaf gott að heyra, ertu ekki sammála því? Jú. Frábært, þetta er þannig, þetta er kannski fjörugt lag. Nei, þarftu móti. Nú, allt í lagi, það er gott samt að fá þessar skemmtilegu tilfinningar við kannski svona rólegt lag. En segð mér eitt hérna, segð mér frá svona fortíðinni, hvenær kynntust þið og bara, hvernig kynntust þið og hvernig náðu þið svona saman? Heyrðu, við höfum verið í grunnskóla frá 8. bekk. Já. Saman. Og í 10. bekk, þá voru við bæði í nemendráðinu. Þannig að það var svona kynntust við aðeins betur. Þar byrjuðu ástarlóðanir að kvikna. Já. Heyrið þið það, ástarlóðanir. Sjáðu hérna, hann heldur utan á manna. Fallega. Og segið mér eitt þið eru nú að syngja þetta lag eins og ég segi og það eru nú saman í ástarsambandi og segið mér, hvað ætlið að gera ef þið ykkur mögulega vinnið Rimju? Hvað er svona planið? Er fögnuður eða eitthvað svoleiðis álíka? Já. Já, Ekki. mikill fögnuður, hissa, kannski. Já, ekki. Það er ekkert annað. Þetta er svona skemmtilegt hjá þeim. Þið heyrið það. Guð, hvað kom mikill snjór allt í einu. Hvað? Segðu mér eitt hérna. Já, þið ætlaðu að syngja þetta frábæra lag og hvar fenguð eitthvað svona inspiration til að búa til þetta lag eða kom það bara svona eða? Það kemur, eiginlega. Mér dreymdi lagið. Já. Það er nú eitthvað svakalegt, það er eitthvað sem gerist ekki hjá öllum. En virkilega hjá þeim bestu tónlistarmönnum þá gerist eitthvað álíka. Og það er líka eitt sem er langað til þess að spyrja ykkur. Því að þið eru nú í svona fínu ástarsambandi. Ef þið væru kannski ekki mögulega í þessu frábæra ástarsambandi, myndið þið mögulega vilja kafa dýpra með mér? Kafa dýpra? Mögulega kafa dýpra með mér, já. Það geti nú bara alveg verið. En þú, Jói? Tvímælalaust. Þar heyrið það. Við þökkum Jóa og Möggu kærlega fyrir og óskuðum góðs gengis á Rimju. Takk ykkur kærlega fyrir. Þú veit að Óla Ólík. Óli! Hvað sagðist þetta hýtti fyrir? Já, ég vissi það þarna er undir hinn í kvennaskólans.
fjandinn sjálfum. Við förum á hvað Blessaður. Óli, kottu úr þessari hólu maður, við erum að taka viðtal við þig. Já, kottu. Tjúvill þetta flottur jakki á maður. Já. Hvar? Verið velkomin, við erum komin hérna með Ólaf 107. Blessaður. Sælir. Hvað segir þú gott þennan ágæta dag? Ég fýtt bara. Flott, frábært. Segðu mér eitt, hérna, þú ert núna að fara að taka þátt í Rimju, ekki sett? Jú. Og hérna, segðu mér, hvað heitir lagið sem þú ert að fara að flytja? Það heitir Guardian Angel. Er það lag sem þú fannst ykkur staðar eða er það lag sem þú samtir sjálfur? Ég samti það sjálfur. Nú heyrði það ekkert annað. Og hvernig er þetta lag? Er þetta sorglegt lag? Er þetta fallegt lag? Er þetta skemmtilegt lag? Hvernig er þetta? Þetta er sorglegt, þetta er svona dramalag, sorglegt. Já. Rólegt. Hvar fékkstu svona inspiration af laginu? Hvar fékkstu eitthvað svona inspiration til þess að semja þetta frábæra lag? Eða kom þetta bara svona allt í einu til því? Þetta gerist þegar vinur minn dó. Þá, þú veist, hann var úti bara í Oklahoma og þú veist, ég var bara að kveðja með þessu lagi eða það var ekkert annað. Ég virkilega samsakist í alvegni og bara múndi bara sýnir þetta bara hversu mikið þú sýndi tilfinninga til hans og segir mér, ertu með einhverjum öðrum í atri? Ég heyrt sögur af því. Ég er með fullt af fólki maður, ég er með alla hljóðfæraleikari sem ég þarf, síðan alveg frekar stóran hópa söngfólki bara til að púla þetta. Þetta fiðlu, píano, bassa, gítar, 2 gítara, trommur og söngfólk. Það er ekkert annað, það er bara all in í ár. Já. Er það algjörlega. Það er að segja okkur líka eitt, núna erum við búin að tala eins lagið og svona daldið þetta, en segja mér aðeins þig, segja mér svona æskuna, segja mér aðeins frá þér í æskunni, hvernig var æskan hjá þér? Var hún erfið, var hún skemmtileg, var hún mikið fyrir þig og gerði mikið fyrir þig eins og ert núna kannski? Já, hún var alveg fín sko, ég get ekki neitt að því, hún gerði alveg mikið fyrir mig. Já, maður lærði alveg að sínum mistökum og svona, þannig þroskast maður. Nákvæmlega, alveg rétt hjá þér. Og æskan, já, það er einn hlutur en annar hlutur er líka kannski framtíðin. Já, og segðu mér aðeins segðu mér aðeins framtíðina. Ertu eitthvað búin að pæla í því? Ætlar að halda áfram kannski tónlist eða eitthvað skonar eða gera eitthvað annað, eitthvað svona planað? Ég verð alveg örugglega alla ævi í tónlist en síðan mun ég örugglega að gera eitthvað annað með því. Eitthvað. Frábært að heyra það. Já, þú segir nokkuð en tónlistin er jú frábært fyrir bæri og sérstaklega fyrir svona ungt fólk, það ekki? Jú. Mikið rétt. Og svo líka náttúrulega framtíðin. En segðu mér líka bara svona eftir keppnina, ef þú segir mér svo myndir vinna Rimju og myndir komast áfram í söngvakeppni framhaldsskóluna, hvað ætlar að gera? Ætlar að fagna, ætlar að gera eitthvað skemmtilegt með öllu fólkinu eða hvernig verður þetta? Ég ætla að fagna, jú, auðvitað. Það þýðir ekkert annað. Það er ekkert annað. Maður situr ekki heim og gerir ekki neitt ef maður er búin að vinna þessa keppni? Nei, alls ekki. Alls ekki. Guð minn almáttugur. Herðu, segja mér líka eitt, ertu í einhverju svona sambandi eða einhverju svona samskiptum við einhverja stelpu mögulega? Nei, ég er alveg single. Það er ekkert annað það. Með frá allri dramatík, nei, ég segir, ég er að gefast. Þetta drama, en fráttur af því þá ætla ég að spyrja það einu. Myndið þú vilja kafa dýpra með mér? Já.
Ég var nokkuð viss þannig, en takk samt. En já, við óskum Ólafi góðs gengis og þökkum hún kærlega fyrir. Takk kærlega. Takk fyrir. Það var frábært maður. Já, ok maður, það er eina klassi, viltu ekki kannski prófa að hittast ykkur? Óli, viltu ekki, það ekki núna, Óli, viltu ekki prófa að hittast? Segðu mér Margrét, hvað heitir lagið sem þú ert að fara að taka? The dog days are over. Gott lag, finnur ykkur svona kannski mikla tilfinningar gagnvart laginu? Nei, ekki beint sko. Nei, þetta er kannski bara svona lag sem þér finnst kannski skemmtilegt að syngja og svona. Já. Ég fatt að það er alltaf gaman að syngja lög sem er skemmtilegt að syngja. Og segðu mér, þú syngur lagið, er það ekki? Jú, ég syng lagið. Og er ykkur með þér kannski í hópnum eða eitthvað hannig, eða ertu bara ein á... Já. Sérst, þú ert bara ein að syngja? Ok. Segðu mér, núna vitum við hvaða lag þú ert að fara að syngja og þú ert að fara að syngja lagi, en segðu okkur aðeins frá Margréti. Hver er Margrét? Það er bara stelpa sem er í Kvennó. Já, ég var nú ekki alveg viss hvort hún væri í Kvennó eða ekki. En á æskan. Hvernig var æskan hjá þér? Var hún kannski erfið? Var erfitt að alast upp? Áttur kannski erfiða foreldra? Bjóstu kannski upp í sveit eða áttur kannski bara venjulega æsku? Já, hún var bara ósku venjulega held ég sko. Nú heyrðu. Hvar ólstu upp? Kópavoginum. Kópavogurinn, klassísku staður. Þó ekki betri en Vesturbærinn. Nei, alveg. Já, segðu okkur eitt, Margrét, í framtíðinni. Ertu eitthvað búin að pæla í framtíðinni hvort þú ætti kannski að halda áfram að syngja eða mögulega að gera eitthvað annað sem þú ert búin að vera að hugsa um? Ég er ekki bara alveg búin að ákveða það sko. Ok, en eitthvað svona sem þú hefur fengið hugmynd að eins og ætlar kannski út af því að þú ert nú að syngja í keppninni, er það ekki? Jú. Kannski þú myndir halda áfram eitthvað að syngja eða gera það kannski eitthvað meira? Já, örugglega, ég myndi örugglega halda áfram sko, framtíðinni. Gott að vita því. Eitthvað sem þú myndir kannski gera ef að þú myndir kannski komast áfram í rimju eða vinna rimju, þá náttúrulega heldur áfram og keppir í söngvakeppni framhaldsskólana. Frábært. Hvað ætlar að gera ef þú vinnur rimju? Ég ætla bara að fagna því sko. Fagnuðurinn er nú bestur við vinning. Já, mikið rétt. Mikið rétt. En segðu okkur líka eitt annað, Margrét. Þú valdir að koma á þennan stað, er það ekki? Jú, ég gerði það. Finnur eitthvað svona tilfinningar á þessum stað, eitthvað svona gott andrumsloft hérna sem lætur þér líða vel, kannski tónlistin hérna eða fólkið? Já, mér finnst það bara mjög kósí sko, svona valdiðan sko. Þú kemur kannski hingað eitthvað tíman og farið kannski eitt glas á kók og hefur þetta aldrei þægilegt og hlustar á góða tónlist? Já. Það er við kannski að syngja, er það ekki? Nei, ekki hér. Herðu. Æfðu kannski söng eitthvað staðar? Já, ég æfði söng í tónlistaskólanum Kópavoginum. Kópavogurinn, staðurinn sem ólst upp á. Hvað hét konan eða kallinn sem kendi þér söng? Anna Júlíana. Anna Júlíana, ég kannast við þetta nafn. Hún býr hérna rétt hjá, er það ekki? Ég veit það ekki sko, ég veit ekki hvað hún býr. Nei, ég er nú nokkuð vissum að hún býr hérna rétt hjá, kannski mögulega. En segðu mér, Margrét, ert þú í einhverjum samskiptum eða sambandi við karlmann eða strák? Nei, ekki eins og er. Heyrðu. Myndir þú kannski vilja kafa dýpra með mér? Tjá, út af því að þú ert nú ekki ert nú að lausu og svona. Myndir þú vilja kafa dýpra með mér? Ég veit það ekki. Þar hafið þið það. Þökkum Margréti Bregu kærlega fyrir. Takk kærlega. Takk. Óskum henni góðs gengis. Takk fyrir.